Hérna sjáum við hetju dagsins. Það hún Helga Eiríksdóttir, Kolbrún Guðnadóttir og Sólbjörg Gunnbjörnsdóttir. Við ætlum aðeins að spjalla við þessar konur og spyrja þær, hvað þær að vesnast hérna? Hvað þær að gera þetta niður í fjöru og garðskafi í þessu roki og kulda í raunni? Það er dálítið kalt hérna, sko. En við ákváðum bara að fara í sjósund. Mér langaði, það er bara þokkalegt veður og ég auglisti inn á síðun okkar hvort eitthvað væri til að koma í sjósund og hér erum við nokkur komnar og ætlum að skella okkur í sjóinn. Hefurðu gert þetta lengi? Já, ég er nú búin að stunda þetta í nokkur ár, en ekki svona reglulega. Við förum svona þegar tækifæri til og stemning er að fara í sjóinn, þá skellum við okkur. Hvað farðu út úr þessu, Helga? Geturðu svona frætt áhorfendur aðeins? Já, heyrðu, það er náttúrulega bara, kuldinn gerir manni gott fyrir liðina, bólgur og bara hressi bætir og kætir. Svo er þetta bara skemmtilegur félagsskapur og við hittumst reglulega hérna stelpurnar og þetta er ákveðinn hópur. Er engin karlmaður sem þorir úti með ykkur? Ég er nú ekki farin að sjá hann ennþá. Þeir eru oft hérna bara á hliðarlínunni að taka myndir af okkur og svona, en ég hef ekki séð og ég hvet karlmenn til að koma upp í hópinn og koma með okkur. Og þú ert nú bara nýflutt á Suðurnesin, Kolbrún. Já. Og þú komst hérna í þennan hóp í sumar. Var einhver sérstök ástæða fyrir því að þú fórst að iðka sjósund? Já, ég missti unnusta minn fyrir ár síðan og sjórinn hjálpaði mér rosalega mikið í gegnum þetta. Gegnum þennan sorgina og missirinn og einmannaleikan. Og að fara í sjóinn, þetta er eins og vera í núvitund. Maður getur ekki hugsað neitt annað en að vera í köldu sjónum. Og þetta er bara hjálpaði mér, mikið betur margt annað. Og hvað, ertu að synda eitthvað að ráði eða ertu bara að láta þig svona fljóta í hafinu? Hvernig gerir þú þetta? Ég syndi. Ég tók til dæmis þátt í Sænasundinu, það eru 1,7 kilometri. Og ég syndi frá, ég var á Snæfjallaströndinni, syndi frá bæjum og í svona 1,5 kilometra þar. En er þetta ekkert kalt? Að sjálfsögðu. Og hvernig ferð að því að, ég heyrði eina, hún sagði, ég fengi nú bara hjartaáfall ef ég færi út í sjó og þá sagði einhver, já það er bara fyrst, þú venst í. Já, það er svolítið þannig, þú venst í, en ef þú ert náttúrulega með hjartagall eða eitthvað, þá getur þetta að vera hættulegt. En ef þú ert þokkalega hraust, þá er þetta bara gott fyrir alla, ég mæli með þessu bara fyrir alla. Og ef það eru kuldaskræfur sem eru að hlusta, þá skulle þið fara í sjóinn, þetta stillir termostatífið. Mér er alltaf heitt núna, alltaf. Býtu, segðu þetta aftur, hefur lagast í þér hitastigið í líkamannum eftir að þú fórst að stunda sjósund? Já, mér er alltaf kalt á tánum og oft svaf ég í sokkum, oft með 2 sængur en ekki lengur. Mér er alltaf heitt. Þetta var merkilegt. En hvað með köldu böðin í sundlögunum? Heldur að þau sé að undirbúa fólk fyrir sjóböðin? Örugglega af einhverju leyti, en mér persónlega sjórinn betri heldur en kölduböðin. Kalt vatn stingur meira heldur en sjórinn. Sjórinn er mýkri, finnst mér. Já, allt í lagi. Merkilegt. Þetta, þeir sem að velta þessu fyrir sér að henda sér í sjóinn, eða hvað hendur þeir í sjóinn, Kolbrún? Nei, ég labba bara. Tek síðan smá svona jógaöndun, þar til ég er komin upp á öxlum og þá fyrir ég að synda. Já, ég hef aldrei prófað sjósund áður, þannig að þetta er fyrsta sinn sem ég legg í að fara í svona kalda sturtu. Og þetta er ekki sturta, þetta er náttúrulega bara sjórinn sjálfur. Þetta eru öll frumefni jarðarinnar samankomin í þessu vatni. Getur ímyndað hvernig líður þér núna? Mér líður bara vel, mér bara hlakka til að fara að út. Ég er enda búin að prófa að fara nokkuð sem í kaldapottinu í sundlaugunum. Þannig að það er kannski smá undirbúningur, en þetta er einhvern veginn allt annað held ég að fara til sjó. Að byrja á tánum og labba út, heldur en að fara bara beint ofan í einhvern kaldan popp, allt öðruvísi.
Ég er að hugsa að henda mér út í, bara, það er komið að þessu. Ég er nú búin að vera að þessu í sumar en ég ætla að gera þetta núna með stelpunum. Þetta var alveg yndislegt, þetta var miklu svona betra en við dreymdum. Æði, þetta er búið að vera geggjað. Alveg. Já, var þetta alveg geggjað? Já. Alveg geggjað? Alveg geggjað, hann er yndislegur. Ok, nú eru þið alveg ferskar úr sjónum. Hvað er þetta sem er svona geggjað við þetta? Herðu, það er náttúrulega bara líka saltið, ekki bara kuldin, heldur saltið er svo gott fyrir húðina og maður er svo mjúkur og fínn eftir sjósundin og bara, já, getur þú lýst betur með húðina? Er þetta fegurðarlyf eitthvað? Fegurðarkrem? Já, pottþétt. Maður finnur það, maður verður mýkri alveg eins og maður sé búin að setja sér krem. Frábært. En Sólbjörg, hvernig líður þér? Þetta var jómfrúrferðin þín. Þetta var stórt skref og mér líður alveg frábærlega vel og ég er alveg örugglega að gera þetta aftur.